Þú nefndir áðan árið 2007 sem hefur nú orðið svona hálf illræmt hérna í hugum landsmanna og núna eru í gangi gerningar af hálfu Arion banka sem selur þarna bréf í símanum á verði sem sýnist mjög hagstætt til hóps sem ekki hefur verið útskýrt ennþá hvernig var settur saman og nú hefur það komið fram að minnsta kosti einn lífeyrissjóður var tilbúinn til þess að greiða mun hærra verð fyrir þessi bréf heldur en þessir aðilar fengu að kaupa þau á. Erum við, á hvaða eiginlega leið erum við hér og hvar eftirlitið og allt saman þetta, ég meina, erum við dæmd til að bara endurtaka þessi mistök sem við urðum fyrir hérna í hruninu? Mér finnst einhvern veginn eins og við höfum verið býsna flink við að læra lítið af því sem gerðist í hruninu. Og ég átta mig ekki alveg á því hvernig stendur á þessu öllu saman. Ég átta mig ekki á því hvað gerðist til dæmis þegar þessi bankar voru endurreistir. Hvaða þörfum var verið að mæta með því að því búa til efnahagsreikning fyrir 3 banka eftir hrunið. Ég átta mig ekki á því hvers vegna þessi bankar eru allt í einu orðnir þær stofnanir sem stjórna þessu samfélagi. Rétt eins og þau voru fyrir hrun. Rétt eins og þau voru fyrir hrun. Og ég skil ekki hvernig óskopunum stendur á því að við sagtum okkur við það að þessi bankar endi í eigu aðila hvers hagsmunir fara ekki saman með hagsmunum Íslands samfélags. Þess að þetta eru stofnanir sem eru svo valdamiklar, sem skipta svo miklu máli fyrir framþróun Íslands samfélags að ég fæ ekki séð að það sé stætt af því að láta þessa banka vera í eigu erlendra aðila sem eiga allt annara hagsmuna að gæta heldur en það fólk sem býr í þessu landi. En að þið erum að tala einhverja stórgjafir, við erum að tala hérna einhverja grunsemdir varðandi einhverja gjafagerninga hérna í Vatnsmýrinni, við erum að tala þennan gjafagerning Arion banka að þér virðist og sem sagt nú virðist stefna í kannski stærsta gjafagerningin, hann kannski af stærð sem að munar 3 0 1000-falt stærri í umfangi en þá erum við að tala þennan afslátt frá stöðugleikaskattinum. Þessar gjafir sem við vorum að tala hérna áðan, þær eru hlaupa kannski á tugum eða 100 milljóna. En nú erum við þegar kemur að stöðugleikaskattinum og þeim afslætti sem að verið ráðgerður frá honum að þá erum við að tala 100 milljarða. Já, ég á svolítið erfitt með að skilja þessi íslensku pólitík. Það er að segja að þú ert með unga pólitíska leiðtoga, þú ert með Bjarna Ben, formann Sjálfstæðisflokksins, mjög skýr, skemmtilegur, duglegur maður. Þú ert með Sigmund Davíð sem enn yngri, skýr, duglegur, skemmtilegur maður. Þeir hafa tækifæri til þess að raunverulega að þeir eiga möguleika á því að sækja fé í þessu þrotabú sem gæti endurreist Íslands samfélag, gæti raunverulega komið íslensku samfélag á þann stað sem hefur aldrei verið á áður. Og þeir heitjast einhvern veginn á þessu og ég átta mig ekki almennilega á því hvers vegna. Það er röksemdir sem að lúta því að taka 300 milljarða úr þessum þrotabúum eru nákvæmlega sömu röksemdir og var hægt að nota til þess að sækja þangað 1500 milljarða. Nákvæmlega sömu röksemdir. Það er eins og maður hafi heyrt fegins andvarpið líða frá brjósti þessara erlendu kröfuhafa eða vogunarsjóða eða hvað að kalla á þegar þeir áttu þessu á því að þeir gætu sloppið ekki nokkur spurning með þessa fjárhæð. Ekki nokkur spurning að þetta voru endalok sem að þóknuðust þessum erlendu kröfuhöfum. Þá er það spurning hvers vegna. Vegna þess að það er engin spurning að Sigmundur Davíð og Bjarni Ben vilja íslensku samfélagi allt hið besta. Er það bara afleikur? Er þetta bara eitthvað mistök? Ég held að þetta sé spurning áhættumat. Ég held að þetta sé spurning að meta annars vegar hversu mikið fé getum við fengið hættulaust. Þannig að þessi kröfuhafar fallist á þetta úr þessu verði engin dómsmál og svo framvegis. Staðreyndin ósköp einfaldlega svo að við vitum hver hættan er að við gera þetta ekki. Við vitum hvar við endum ef við gerum þetta ekki og ég held að það sé svo sannarlega fordæmi víða heim það hvernig mikið fé hefur verið sótt inn í svona stofnanir eins og þessi þrotabú fyrir miklu minni sakir heldur en þá stjæmd sem þeir allir í íslensku samfélagi. Hættan snýr ekki bara að lögsóknum á hendur
íslenska ríkinu eða íslenskum aðilum frá þessum aðilum. Hættan snýr líka að íslenskum almenningi sem sagt gæti orðið fyrir því að mikið frásog af erlendum gjaldeyri út úr landinu, ef við getum orðað það þannig, myndi náttúrulega stefna þá sko gengi krónar í alvarlega hættu. Ef við getum taka þetta eftir stuttu auglýsingar hlé. Með þeim verðbólgu áhrifum sem það hefði. Já, verið velkomin aftur. Við vorum að tala hérna fyrir hlé þann hættur sem að steðja íslensku samfélagi og tækifæri. Þú átt að tala tækifæri. Það er tístýrt að ríkisstjórnin hefur heykst af því að sækja allt það fé sem hann byggust við og myndi gera í þessi þrotabú. 300 milljarðar sko, meina, þú veist, í þessu stóra samhengi þá hljómar það ekki mjög hátt og heldur ekki þó að það sé reiknað upp í 334 eins og þeir sem eru að gera þetta vísindalegri nákvæmni. Já, en sko, staðreyndin svo inn í þessum þrotabúum liggur töluvert mikið fé og margfalt á við þetta. Og staðreyndin svo að Hæstiréttur er búinn að komast að þeirri niðurstöðu að þessi bankar fyrir hrun áður en fóru á hausinn hefðu verið reknir á svig við íslensk lög. Eindi spurningun. Það er búið að dæma stjórnendur bankana í langar fangelsisvistir. Allra þriggja. Allra fyrir lögbrot við rekstur bankana. Nú, svo fara þessi bankar á hausinn, setja Íslands samfélag á hausinn og valda gífurlegu tjóni, ekki bara ríkissjóð upp á 850 milljarða, heldur heimilunum í landinu, einstaklingum og svo framvegis og mjög eðlilegt að sækja bætur í þessi þrotabú fyrir það. Og nú allt í einu sitjum við uppi með það að og þetta hefur verið gert, bankar hafa verið sektaðir út í löndum í Bandaríkjunum til dæmis. Fyrir miklu minni sakir, fyrir afglöp, ekki einu sinni glæpi, heldur afglöp sem allu einstaklingum með fyrirtækjum tjóni en ekki öllu samfélaginu. Bankarnir í Bandaríkjunum sett ekki bandarískt samfélag á hliðina. En einhverja hluta vegna þá hefur þessi ríkisstjórn sem undir forystu tveggja ungra kraftmikilla manna ekki haft kjark til þess að gera þetta almennilega. Og megi þeir hafa fyrir það skömm að eilífu. Sko við getum notað þessa peninga til þess að til að mynda sko greiða upp skuldir ríkissjóðs sem að söfnuðu setja upp vegna hrunsins. Greiða upp skuldir ríkissjóðs, byggja upp almennilegt heilbrigðiskerfi. Við þurfum þessa peninga. Við þurfum þessa peninga, endurræsa íslenskt skólakerfi, sem að búa til húsnæðiskerfi sem að þjónar ungu fólki á Íslandi. Það er gífurleg þörf fyrir þetta fé í íslensku samfélagi. Og þegar ég fæ ekki séð að það sé til svo áhætta sem ætti að hrekkja menn í burtu frá því að sækja þetta fé til þess að nota þetta í þessa málaflokk. Við erum allir sammála það að við myndum vilja sko brýna menn til dáða hérna í þessu efni.